Já, góðan daginn og velkomin á þessa kynningu á ástunda uppgjöri ambiðunar fyrir fyrsta ársfjórðung þessa árs. Ég heiti Hjörtur Erlendsson og er forstjóri og hjá mér situr Emil Viðar Eyþórsson sem er framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá okkur. En ég ætla nú að vinda mér bara beint í að fara yfir helstu atriði í starfsemin á fyrsta ársfjórðungi. Og þar er kannski fyrst að nefna að sala samstæðunnar á ársfjórðungnum var rúmlega 8% hærri en á sama ársfjórðungi 2025. Samdráttur í sölu á veiðarfærum við Norður-Atlantshaf sem hófst síðastliðið haust í kjölfar fyrirhugaðra kvótaskerðinga í makríl, kolmunna og þorski í Barentshafi hélt áfram í byrjun þessa árs. Veiðarfærasalan var því 17% lægri en á sama tímabili í fyrra. Veiðarfærasala á Írlandi og í Bandaríkjunum var hins vegar meiri en á sama ársfjórðungi í fyrra. Ef við skoðum aðeins helstu ástæður fyrir þessum breytingum, þá er hér kort sem sýnir Norður-Atlantshafi. Þetta er það svæði sem við erum að veiða kolmunna og makríl á. Og á súlurhyttinu þá má sjá hvernig veiðin hefur þróast í þessum tveim tegundum. Og dökka súlan hún sýnir kolmunna og ljósari súlan hún sýnir makríl. Og þarna verður að sýna veiðina í þúsundum tonna hvernig hún hefur þróast á árinu 2020. Og við sjáum það að kolmunnin, ef við tökum hann fyrst, að hann var þarna í tæpum 1500.000 tonnum, 1,5 milljón tonna, 2020. Síðan lækkaði veiðin í 1200.000 og í 1100.000. Síðan koma þarna 3 virkilega góð ár sem að veiðin var á milli 1600 og 1800.000 tonna. Og þetta nú ár sem kannski óvenju góð fyrir makrílinn, fyrir kolmunnan. Það kannski talið eðlilegt að það sé að gefa af sér kannski 1200.000 tonn á ári. En núna þarf að skera niður aflann og það stefnir í, og það stefnir bara ekkert í, það verður að kvótinn hann minnkar 41% frá því 2025 og veiðin fer samkvæmt því úr 1751.000 tonni í eitthvað 1.033.000 tonn. Makríllinn, hann okkur mikilvægur og sífellt mikilvægari. En þar hefur stofninn, hann var óveiddur tíma og það gefur út ráðgjöf, Alþjóða Hafrannsóknaráðið gefur út ráðgjöf og hins vegar áskilja löndin sem eiga rétt á veiða á stofninum. Þau áskilja sér ákveðna hlutdeild í kvótanum og þegar þær prósentur lagðar saman þá lenda þær yfirleitt langt yfir þeim 100% sem Alþjóða Hafrannsóknastofnunin mælir með. Þannig að stofninn hefur verið undir miklu álagi og það hefur sýnt sig í því að veiðin hefur að minnka frá ári til árs og núna gert ráð fyrir að veiðin minnki 48% frá síðasta ári. ICES leggur til 300.000 tonn en þegar allir eru búin að leggja sín spil á borðið þá kemur í ljós að veiðin í ár hún verður í kringum 393.000 tonn. Og þessi minnkun hún hefur náttúrulega töluvert mikil áhrif á notkun á veiðarfærum. Og þetta hefur líka í för með sér að það verið að seinka ákvörðun að kaupa veiðarfæri og þetta eina af þessum ástæðum sem var til þess að sala á veiðarfærum var 17% minni á fyrsta ársfjórðungi á þessu ári. Við erum að selja veiðarfæri meira heldur en kolmunna og makríl og hérna álíka súluritt yfir veiðar á þorski og ýsu í Barentshafinu.
Þarna sjáum við Barentshafið fyrir norðan Noreg og Rússland. Þarna er teiknuð inn að lítil rauð lína sem sýnir landamæri Rússlands og Noregs. Og stofninn þarna í Barentshafinu er sameiginlegur stofn Rússa og Normanna og þeir hafa þarna náð alltaf samkomulagi veiðar á þessu stofni núna í fjöldamörg ár. Og þetta er þannig að Rússar eiga helming af kvótanum og þeir síðan koma inn til Noregs, landa aflanum þar og taka þá í leiðinni veiðarfæri og annað slíkt sem þurfa til veiðanna. Og það er mjög mikilvægt fyrir Noreg að halda þessum samningi gangandi því að Rússlandsmegin að þegar fiskurinn hann hrygnir, seiðin reka norður fyrir og yfir á rússneska svæðið og þar vex þorskurinn upp. Þegar hann er orðinn stærri þá flýtur hann sig í vesturátt. Þannig að Norðmenn óttast það ef það er ekki gerður samningur að þá muni bara Rússar taka sinn hluta sín megin en þá þeir að taka fisk sem er ekki fullvaxinn og það bitnar þá strax á Norðmönnum. Þannig að þetta hefur svona haldið þessum samningi gangandi. Ef við sjáum það að þorskurinn sem er þarna dökkbláa súlan, að þar var veiðin, hún fór þarna upp í 885.000 tonn árið 2021, en síðan hefur hún farið þarna mjög minnkandi. Minnkað þarna ár frá ári og núna 2026 að það er áætlað að verði veitt 285.000 tonn miðað við 340.000 tonn í fyrra. Og þetta er þá þarna minnkun 16%. Reyndar er þannig með þennan stofn að fiskurinn er að koma inn í veiðina svona 4 ára gamall og hafvísindamenn eru búin að sjá það að stofnarnir sem eru að koma núna inn í veiðina eru mjög sterkir. Þannig að það er búist við að þetta ár verði væntanlega það lægsta í veiðinni og síðan byggist þarna stofninn aftur upp á næstu árum. Nú ýsan sem er líka mikilvæg, að hún hefur verið í öldudal en hún er hins vegar að stofninn er að vaxa. Þannig að nú hefur verið að auka kvótan í þann stofn úr 130.000 tonnum í 153.000 tonn. Þetta var svona bakgrunninn fyrir því hvers vegna sala á veiðarfærum er að minnka hjá okkur. En við erum að selja margar tegundir af veiðarfærum en svona aðalflokkarnir eru flottroll, bottroll og nætur. Og bottroll og nætur hafa verið bottroll hafa verið þarna góð, sérstaklega í Íslandi hafa næturnar verið ekki mikið að gera í nótum vegna þess að við vantað þarna loðnu. En síðasta vertið var reyndar þarna alveg ágætt og horfurnar fyrir næstu eru góðar. Þannig að þetta er að skila okkur þarna ágætis verkefnum núna í sumar og haust og á næsta ári. En síðan ef ég fer yfir í fiskeldið að þá jókst sala til fiskeldis umtalsvert eða 32% og áramótin þá var öll starfsemi samstæða Hampunar í fiskeldi sameinuð í eitt alþjóðlegt fyrirtæki undir nafninu Eldi og starfsemin hefur farið afar vel af stað og henni hefur verið virkilega vel tekið af fiskeldisfyrirtækjum víða heim. Rúmlega þriðjungur af heildarsölu samstæða Hampunar til fiskeldis og á síðasta ári þegar veltan var 360 milljónir evra að þá seldum við 122 milljónir evra í fiskeldið eða sem nemur 17,6 milljörðum á meðalgengi síðasta árs. Hérna er mynd sem að sýnir fiskeldiskvíar. Þessar fiskeldiskvíar eru í Færeyjum og við erum að bjóða allt það sem að sést á þessum myndum af fiskeldisbúnaðinum. Við erum að bjóða netin sem að eru nú sjást ekki hérna undir haffletinum. Við erum að bjóða flotringina, fuglanetin sem að sitja ofan á kvíunum til að varna því að fuglinn stingi sér niður og kroppi í baki á laxinum.
Þarna sjáum við tvær litlar kvíar. Þetta eru kvíar til þess að meðhöndla fisk. Ef kemur upp lús eða eitthvað slíkt, þá þarf að taka laxinn, ein aðferðin að taka laxinn úr kvíunum og setja hann í svona lyfjabað. Og síðan sjáum við þarna ofar og til hægri. Þar er skip, þetta er fóðurprammi og við erum með þarna fyrirtæki í Noregi sem að smíðar fyrir okkur þarna fóðurpramma þegar við þurfum á því að halda og síðan getum við boðið upp á lagnirnar frá fóðurprammanum og að kvíunum sem að flytja, það eru rörin sem að fljóta þarna ofan sem að flytja kornið út í kvíarnar. Og síðan eru ýmis búnaði sem þarf til þess að ná fiskinu upp úr kvínum annað slíkt og þetta erum við semst alltaf bjóða í fiskeldinu. Og síðan upp á landi erum við að taka við nótum. Það þarf eiginlega að taka upp eftir 1,5 ár í sjó, þvoða þær, gera við og endurvotta í næstu notkun. Og svona það sem er svona frekar rólegur sjór, þá er hægt að nota kannski sama netið allt upp í 3 sinnum. En ef það er mjög kvikur sjór, að þá dugar það kannski í 1 eða 2 skipti. Nú, fyrirtækið Rotor Aqua var stofnað í Noregi í byrjun þessa árs til að þróa, framleiða og selja búnað sem ber nafnið Fish-It, en það er hluti af kerfi sem heitir Biosæs. Það kerfi er hannað til að safna saman lífrænum úrgangi frá fiskeldiskvíum. Og fyrirtækið er í sameign Eldi og Rotor Systems og byggir á sameiginlegri vöruþróun fyrirtækjanna undanfarin 2 ár. Það er að skýra út fyrir okkur hvað þetta er. En þarna sjáum við efst svona grálegt net. Þetta er svona hefðbundin fiskeldiskví og hér er flotringurinn að ofan. Dýptin á netinu er gjarnan 25 metrar. Það fer óalega mikið eftir hversu djúpt er á viðkomandi eldistað. Síðan sjáum við hér aðeins á bakvið. Það er svona kóningsnet sem nær þó ekki langt niður. Þetta er botninn á kvínni. En við erum semst búin að hanna þetta kerfi sem heitir Biosæs til þess að grípa allt korn sem fer í kvínna, en laxinn étur ekki og það fellur bara niður í gegnum botninn. Og síðan kemur náttúrulega úrgangur frá laxinum sjálfum og þetta, ef ekkert er gert, þá leggst þetta bara á botninn og er eina ástæðan þess að það verður að flytja til kvíastæðin og þetta er eina ástæðan fyrir því að takmarka hvað firðir geta borið í laxeldi, því að ef það safnast mikið fyrir á botninum þá rotnar það, tekur til sín súrefni, þá minnkar súrefnisstaðan í vatninu og þá bitnar á öllum öðrum lífverum sem eru í viðkomandi firði. En þannig að við erum að hanna kerfi, búin að hanna kerfi til þess að taka á þessu. Og hérna erum við með fyrir neðan kvínna, þá erum við með langt svona keilulega net sem hefur nafnið Cone Collect. Þetta er þéttriði net, þannig að kornið og úrgangur á fiskinu sem fellir niður, lendir á þessum netavegg og skoppar síðan niður í trekt sem er hér neðst og þar er þessi búnað sem heitir Fish-It og sem við höfum verið að þróa með Rotor Aqua. Og það sem gerist hér er að hér er trekt og við dælum síðan ofan í þessa trekt hreinu vatni og síðan notum við vakuum til þess að draga úrganginn upp. Og þetta þýðir það að við erum ekki að við fáum semst úrganginn upp saltvatnslausan og hann skemmist heldur ekki semst í dælingunni. Það er til svona kerfi en þau grípa semst bara úrganginn, dæla honum upp og leysa hann bara upp í drullu sem ekki er hægt að flokka eða vinna neitt meira með. En þarna fáum við upp á yfirborðið úrganginn í svona föstu formu og við getum þá auðveldlega sigtað hann og unnið hann áfram.
Þetta hefur vakið mikla athygli hjá fiskeldisfyrirtækjum því að þetta er náttúrulega vandamál sem að þau eru að horfa á hverjum degi. Nú, ég fer yfir í útsjáariðnaðinn sem heitir á ensku offshore, en við erum með íslenska nafni útsjáariðnað. En það var mikil aukning í sölu til útsjáariðnaðarins og þar jókst salan 58% og aukningin tilkomin vegna stóra sölu á lyftistrófum, en sú sala náðist fyrst og fremst vegna 2000 tonna slitbekkjarins sem sett var upp hjá Hampiðan Baltic síðastliðið sumar. Og hérna, til að skýra þess út hvað þessar stróffur eru, hérna er verið hérna er undirstaða undir vindmyllu sem er sett upp út á hafi. Þetta er tekið semst á hafnarbakkanum, þarna er verið að taka þessa súlu borð í skipið, siglir síðan út, setur súluna upp á endan og síðan hægt að reka hana niður í botninn. Og það sem við erum að bjóða í þetta verkefni og framleiða þetta verkefni eru þessar stróffur hér. Þessi hér með grænu auga og hér önnur stróffa með rauðu auga og síðan er líka að framleiða stróffurnar hér fyrir ofan. Og þetta eru gríðarlega miklar stróffur. Þær eru 180 mm í þvermál og með 3800 tonna slíðstyrk. Og þið getið mælt stærðina, metið stærðina út frá mönnunum sem standa hér fyrir neðan. Það mætti halda að þessi bílar væru undir súlunni, en þeir eru það alls ekki. Þeir voru bara að keyra stróffurnar á staðinn svo að vera að hengja hér upp í þetta kallað herðatré. Nú síðan er þessu hér slakað niður og þessi hér dökki hluti, hann kemur til með að fara hér utan súluna og liggja upp hérna hinum megin. Og þetta eru stór verkefni, svona búnaður, bara það sem eins og þessi er kominn, að hann kostar fyrir kunnan 1,8 milljónir evra. Þannig að það töluvert mikið eftir að slægjast í þessum stóru lyftingaverkefnum. Og í Hampiðan Baltic í Litháen þá höfum við allt til þess að búa til þessar stróffur. Við erum með stærstu fléttuvél í heimi, við erum með mjög stóra fléttuvél til þess að setja kápu utan tóginn og við erum náttúrulega með slitbekki sem minntist áðan til þess að votta, til þess að strekkja stróffurnar og síðan að votta þeir að þoli það álag sem þeir eru gerða fyrir. Nú, tala aðeins Kovinor sem við eignuðumst á síðasta ári og sala Kovinor á ársfjórðungnum var framar væntingum og bygging á 59.200 fermetra verksmiðjuhúsum í Árik á Indlandi hófst í byrjun ársins og verkið gengur vel. Aðeins til að rifja upp varðandi Kovinor. Hérna eru staðsetningarnar okkar á Indlandi. Hér eru sem sagt upprunalegu verksmiðjurnar tvær í Selu. Þær eru að framleiða garn, kaðla og net. Síðan eru með netaverkstæði í bæ sem heitir Jalna. Það eru tæpir 5.500 fermetrar. Þar erum við að framleiða fiskeldiskvíar. Og síðan Árik, þar sem við erum að byggja upp, að það er svona 20 mínútna keyrsla hér á milli og hér fengum við stórt land fyrir verksmiðjur. Getum byggt 76.000 fermetra, erum að byrja á því að byggja 59.200 fermetra. Og landið er 120.000 fermetrar. Hérna eru byggingarnar sem við erum að byrja að byggja. Þetta eru 3 aðalbyggingar. Á myndinu virðast nú kannski vera misstóra, en það er bara perspektífið sem er aðeins að skekkja myndina, en þessa hér stóru byggingar, hvorum sig eru 28.000 fermetrar. Miðjubyggingin er sú sem við erum komnir lengst með og hún er fyrir framleiðslu á fiskeldiskvíum, það er sem sagt netaverkstæði. Húsið sem er hér næst, það verður fyrir netanýtingu á efni bæði í veiðarfæri og fyrir fiskeldi
og síðan býðum við með þessa byggingu sem hér efst. Hún gæti orðið 16.000 fermetrar. Hér fyrir framan skrifstofan og hér þjónustubygging fyrir starfsmenn þar sem við erum með eldur svona slíkt og verðum síðan með aðstöðu út í sölunum til þess að matast og hvílast. Og hér síðan mynd af byggingarsvæðinu, hún var tekin bara núna í byrjun vikunar. Og þetta, þessi reitur hér miðjuhúsið, netaverkstæði. Það eins og að sé nú ekki mikið að gerast en það vegna þess að það eru búið að byggja sem búið að setja hér undirstöður, súlur og tengingu hér upp á hæðina, gólfhæðina og þið sjáu kannski að það eru punktar hér víða og hérna verið að setja möl yfir allt svæðið og þjappa það því að næsta skref að steypa gólf. Það verður steypt í byrjun 10 cm gólf og það síðan notað með verið að reisa stálstrúkturinn fyrir ofan og klæða bygginguna og síðan þegar að allt komið undir þak þá aðalgólfið steypt, það 15 cm þykkt og með járnabindingu og annað slíkt, þannig að við verðum með 25 cm þykkt gólf. Og hérna til vinstri að það heimbyggingin sem fyrir netanýtingu og þar verið að grafa fyrir og setja undirstöðurnar. Svipað munstur eins og við sjáum hér opið, það var hér undir miðbyggingunni. Og hérna verið að byrja á byggingunum fyrir skrifstofuna og fyrir þjónustustöðina. Og síðan byggingin sem við eigum svona til góða, eða svæði sem við eigum til góða hér fyrir 16.000 fermetra bygginguna. Þið sjáum hér fyrir ofan, þetta iðnaðarsvæði og það búið að byggja töluvert á þessu svæði. Hér má sjá vegina sem í kring, það eru tvöfaldar akreinar í hvora átt fyrir sig, þannig að allt aðgengi virkilega gott. Hér búið að steypa vegg í kringum svæðið okkar, en það nauðsynlegt á Indlandi að hafa góða veggi og girðingar. Þannig að og á þetta kemur síðan einhver hærri girðing. Þarna sjáum við steypubíl sem að hella í síðasta bútinn. Já. Nú ef við förum síðan í rekstrarreikninginn og eftir að við búin að fara tölurnar þá fer ég svona aðeins yfir horfurnar á næstunni. Ef við skulum byrja á rekstrarreikningnum. En salan, hún á fyrsta ársfjórðungi varð 97,3 milljónir, samanborið við 90 milljónir á sama ársfjórðungi í fyrra. Salan eykst þarna 7,3 milljónir evra eða 8,1%. Og þarna sjáum við súlurit sem sýnir samanburð milli ársfjórðungana og nær aftur til ársbyrjunar 2024 og þarna 2026 að það með 97,3 milljónir, í fyrra 90 milljónir og í byrjun árs 24 74,6 milljónir. Nú rekstrargjöld án afskrifta voru 86 milljónir, voru 78,7 milljónir í fyrra, eykst þarna 7,2 milljónir og aukning 9,3%. Nú EBITDAn 11,3 milljónir og nánast úr sama og í fyrra, það munar þarna ef maður rétt 28.000 evrum og að aukast þarna 0,3%. EBIT hlutfalli í fyrra var 12,5% og núna í ár 11,6%. Og þarna sjáum við EBITuna eftir ársfjórðungum. 11,3 milljónir, núna 26, 11,3, 25 að sjálfsögðu og síðan 8,3 í byrjun árs 24. Nú afskriftir lækkuðu örlítið á milli ársfjórðunga.
fara þarna úr 4,1 milljón evra í 4 milljónir evra og rekstrarhagnaðurinn sem stendur eftir þá 7,3 milljónir á móti 7,2 í fyrra. Þarna munar 200.000 evrum og rekstrarhagnaðurinn aukast þarna 2,3%. Fjármálatekjur eru aðeins minni í ár heldur en í fyrra. Voru 400.000 og eru núna 100.000. Munar þarna 200.000. Þannig að tölurnar eru rúnnaðar af þannig að skýri þarna munin á 0,1 og 0,4. Fjármagnsgjöldin, þau hækka bara eilítið, fara úr 3,1 milljón í 3,2 milljónir, hækka þarna 100.000. Síðan sjáum við hér mikla breytingu í gengismun, en gengismunur var okkur þarna erfiður í fyrra og á fyrsta ársfjórðungi í fyrra þá var hann neikvæður 1 milljón evra, en í ár hann jákvæður 800.000 evrur og þarna er breytingin á milli ársfjórðunga 1,8 milljónir evra. Áhrif af rekstri hlutdeildarfélaga var dálítill, rétt 100.000 evrur. Fjármagnsgjöldin til samans urðu því 2,1 milljón á móti 3,8 milljónum í fyrra, þannig breyting upp á 1,6 milljónir og hagnaður fyrir skatta í ár þá 5,2 milljónir en var 3,4 milljónir ári áður. Þarna hækka 1,8 milljón evrur. Tekjuskattur 400.000 í fyrra en heldur hærri í ár, 1,1 milljón. Þannig að hagnaður af áframhaldandi starfsemi 4,1 milljón evra en var í fyrra 3 milljónir, sem sagt breyting 1,1 milljón evra. Og þarna sjáum við hagnað af áframhaldandi starfsemi að í ár þessi 4,1 milljón evra, í fyrra 3 milljónir og í byrjun árs 24 2,6 milljónir evra. Aflögð starfsemi sem var stór póstur hjá okkur í fyrra, það kom örlítið af því inn í byrjun ársins í fyrra, rétt 100.000. Þannig að hagnaður tímabilsins þegar allt tiltekið 4,1 milljón evra á móti 2,8 milljónum evra í fyrra, aukning 1,3 milljónir eða 44,2%. Nú hér greining á EBITDA ásamt hagnaði og sjóðstreymi og Emil ætlar að fara yfir það með okkur. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að fara yfir hérna greiningu á EBITDA ásamt hagnaði og sjóðstreymi og fara svo í efnahagsreikninginn á eftir. Við höfum sett upp svona EBITDA-brú sem að skýri breytingar á hvað að breytast á milli ára. EBITDA fyrsta fjórðungs 25 var 11.289.000 og hérna sjáum við svona að tekjur eru að aukast það var 7,3 milljónir. Á móti framleiðslukostnaður að hækka rétt rúmar 4 milljónir og rekstrakostnaðurinn 3,2. Og þetta eru breytingarnar sem leiða okkur þá í 11.380.000 í EBITDA fyrsta fjórðungs 26. Hér erum við með hagnaðarbrú sem sýnir hagnað fyrir fyrsta fjórðung 25 og hvað að breytast á milli tímabilina. EBITan að hækka 28.000. Afskriftirnar eru að lækka 136.000, sem sagt jákvætt inn í hagnaðinn. Fjármagnsliðirnir eru að hækka til gjalda tæp 300.000 evrur. En gengismunurinn sem sagt að skila jákvætt 1,8 milljón evrum. Tekjuskatturinn 660.000 evrur hærri, en afkoma frá hlutdeildarfélögum 70.000 evrum betri heldur en það var í fyrra. Og samtals leiði þetta þá í hagnað fyrir fyrsta fjórðung 26 upp á 4.089.000 evrur. Ef við skoðum síðan sjóðstreymisbrúna sem að þá förum við frá upphafsstöðu ársins í handbæru fé
og í handbært fé eins og það var í lok mars að þá handbært fé 26.395.000. Við það bætist EBITDA tímabilsins á 11.318.000. Til lækkunar kemur síðan aukning í rekstratengdum eignum og skuldum upp á 7.240.000. Vextir og skattar sem koma til greiðslu á tímabilinu eru 3.750.000 og svo eru fjárfestingarhreyfingar fyrirtækið að fjárfesta fyrir 5.550.000. Við tökum lán umfram afborganir af lánum upp á 1,6 milljón og síðan gengismunur að handbæru fé 645.000. Samtals þá handbært fé í lok mars 23.426.000 evrur. Ég ætla að fara líka yfir efnahagsreikninginn og við byrjum á fastafjármunum. Þá sjáum við að varanlegir rekstrarfjármunir þeir eru að hækka 6,3 milljónir frá áramótum. Eru 200 milljónir, 200 á móti 194 í ársbyrjun. Óumneystanlegar eignir eru 105,6 milljónir og voru 105,1 milljón í ársbyrjun eða aukningum 600.000. Það er lítil sem engin breyting í eignarhlutum í hlutdeildarfélögum, 1,8 og var 1,8 í ársbyrjun. Eignarhlutir í öðrum félögum einnig að breytast lítið. Þetta aðalega hlutdeild hampuðunar eða hlutir hampuðunar í síldarvinnslunni sem 2,3 milljónir, var 2,2 í ársbyrjun, aukningum 100.000. Skuldabréf og langtímakröfur eru að hækka 400.000 evrur, eru 3,7 milljónir evra í lok mars, voru 3,4 í ársbyrjun og tekjuskattsinneignin að hækka 200.000, var tæpar 3,8 og eru núna rúma 3,9. Þannig að fasta fjármunir í lok mars eru 317,7 milljónir evra en voru 310,3 í ársbyrjun, aukningum 7,4 milljónir. Síðan skoðum við veltufjármunina og þá sjáum við að byrðir eru að hækka 2,9 milljónir evra. Voru 138,4 í ársbyrjun, eru 141,3 núna. Þetta skýrist af árstíðarsveiflu sem er í rekstrinum hjá okkur, að yfirleitt eru byrðir svona í lægri kantinum í ársbyrjun en út af mikilli sölu á fyrsta og öðrum ársfjórðungi þá hækka þær á því tímabili. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru 83,2 milljónir evra, voru 71,9 í ársbyrjun og þarna aukningum 11,3 og skýringin þarna að langstærstu leyti bara mikil sala í mars og þá einkum í fiskaldinu. Handbært fé eins og kom inn á áðan 23,4 milljónir var 26,4 aukningum minnkunum 3 milljónir evra. Í árslok 25 þá vorum við með 400.000 evrur flokkaðar sem eignir vegna aflagðrar starfsemi. Þetta fasteign sem var í Póllandi og var seld í ársbyrjun og því farin út núna. Veltufjármunir eru samtals 248 milljónir evra, voru 237,2 í ársbyrjun, aukningum 10,8 milljónir. Þannig að heildareignir samstæðanar í lok mars voru 565,7 milljónir evra en voru 547,5 í ársbyrjun, aukningum 18,2 milljónir. Við förum síðan í langtímaskuldirnar, þá eru langtímaskuldir samstæðanar að aukast 1,2 milljónir evra, 142,2 milljónir voru 141 milljón í ársbyrjun. Tekjuskattsskuldbindingin að aukast 200.000, 7,8 milljónir var 7,6 í ársbyrjun. Þannig að langtímaskuldir eru 150 milljónir, voru 148,6 í ársbyrjun, aukningarnum 1,4 milljónir evra. Skammtímaskuldir, viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir eru 63,3 milljónir, þannig í lok mars voru 56,4 í byrjun ársins, aukningarnum 6,9 milljónir. Þannig einkum að ræða fjármögnun þá aukinni birgðastöðu og viðskiptamönnum, en einnig þarna inni ógreiddur arður sem var ákveðinn í mars og greiddur út í júní.
upp á tæpar 2 milljónir evra. Ógreiddir skattar 2,9 milljónir var 1,7 í ársbyrjun, aukning 1,2 milljónir. Og síðan þetta skammtíma skuldir við lánastofnanir, þær eru 74,9, voru 70,4 í ársbyrjun, aukning 4,5 milljónir. Og eins og áðan þá þarna einkum að ræða fjármögnun á viðskiptakröfum og aukningu í byrðum. Þannig að skammtíma skuldir eru 141,1 milljón, var 128,6 í ársbyrjun, aukning 12,5 milljónir evra. Eigið fé samstæðunar eru 274,6 milljónir evra, var 270,3 í ársbyrjun, aukning 4,4 milljónir. Þannig að eigið fé og skuldir samtals 565,7 milljónir, var 547,5 milljónir í ársbyrjun, aukning 18,2 milljónir evra. Hjörtur ætlar að taka við og fara yfir horfurnar. Skulum kíkja aðeins á framtíðina. Ég er búinn að skipta þessu upp í eiginlega 4 flokka. Við erum með nýja starfsþáttaskiptingu og núna skiptum við starfsþáttunum í framleiðslu og móðurfyrirtæki og síðan erum með veiðarfæri og fiskeldi og síðan útsjávariðnaðinn. En við kíkjum þarna fyrst á framleiðsluna að hráefnisverð, sérstaklega polyetilen og nælon, hafa hækkað mikið frá innrásinni í Íran, en engin vandamál hafa hins vegar verið með framboð á efnunum. Þegar að hráefnisverð hækkar skyndilega eins og nú hefur gerst, en ekki búist við að hækkunin vari lengi, að þá lagt hráefnisgjald sem nemur hækkunni og henni þannig velt út í verðlagið. Og þetta er nokkuð sem að kom mikið upp eftir COVID, sérstaklega öllum þrengingunum sem urðu eftir faraldurinn. Og þetta eru mjög mörg fyrirtæki sem að nýta þetta og allir sem í okkar iðnaði hafa tilengað sér. Þannig að strax og þeir sáum að hráefni fara að hækka í verði, að þá settum við á hráefnisgjald sem að innheimtist á gegnum virðiskeðjuna. Nú orkuverðið í Litáen sem að skiptir okkur miklu máli, rafmagn og gas er í ágætis jafnvægi. Við förum síðan yfir í veiðarfærin, að þá er eðlilega pantanastaði í flottrollum með minna móti og búast má við að veiðarfærakaup útgerða við Norður-Atlantshaf litist áfram af minni kvóta á makríl, kolmunna og Barentshafsþorski á þessu ári. Verkefnastaða á efnum til veiðarfæraframleiðslu hins vegar enn í lagi, þrátt fyrir samdrátt í veiðarfærasölu í byrjun ársins. Og það má búast við að biðlistar eftir netum og köðlum styttist, en þó ekki þannig að framleiðsla minnki fram á sumarið. Og ein ástæða þess að framleiðsla veiðarfæra efnum helst í horfinu, þrátt fyrir sölu samdrátt í veiðarfærum, er að ný fyrirtækina samstæðna að flytja sín innkaup frá utanaðkomandi birgjum til eigin framleiðslu fyrirtækja hafnbyggðarinnar. Nú minni kvóti hefur valdið miklum verðhækkunum á þorski, makríl og kolmunna, þannig að áhrif kvótaminkunar verður minni en ætla mætti á fjárhag útgerða. Nú góð loðnuvertíð í vetur skilaði sér vel til íslenskra útgerða og notkun á nótum sem hefur verið lítil undanfarin 2 ár í loðnuleysinu skapar töluverð verkefni hér á landi, sérstaklega í sumar og haust þegar farið er yfir næturnar fyrir næstu vertíð. Og lægð sem var í sölu á veiðarfærum í Bandaríkjum á fyrri hluta síðasta árs og sem orsakaðist af lágu verði af alaskaufsa er gengin yfir og salan það sem af er árið svipuð og hefur verið undanfarin ár. Og þróun á flóger sem er botnrollslengja sem kemur í stað gúmmíbobbingalengju hefur gengið vel og er núna fullbúin söluvara.
og það náttúrulega grunnþáttur í okkar starfsemi alltaf að vera að þróa vörur og vera framar öðrum og við erum ekkert að slá af þótt aðeins dragi úr veiðunum í bili. Og hérna aðeins skýra aðeins út fyrir hvað flóger en þarna sjáum við botntroll, þetta sem sagt módel í tilraunatanki og fremst og neðst þar sem að örinn bendir á að þar svokölluð rockhopper lengja eða bobbingalengja og það sem að við erum að þróa er búnaður sem kemur í staðinn fyrir svona gúmmíhjól sem að eru sett saman og mynda þennan flöt sem að snertir botninn. Og þessi flóger gerður úr pólietylen rörum sem eru skorin til helminga, eru mjög þykk að 40 mm þykk og síðan eru settir slitflettir neðanverðu og síðan þetta tengt saman í eina lengju og þetta kemur betur út heldur en gúmmíbobbingalengja og vegna þess að snertingin við botninn er betri og þegar að trollið fer eftir botninum að þá ýtist vatnið upp yfir flóger og inn í trollið meðan í rockhopperunum þá fer straumurinn dálítið mikið á milli gúmmíhjólana og þetta hefur marga aðra kosti. Þetta miklu léttara að eiga við þetta upp á dekki. Það hægt að skipta út einingum með lítilli fyrirhöfn, einingar sem eru kannski yst og slitna mest. Það hægt að flytja til hér inni og síðan hafa tilraunir í Noregi sýnt að veiðin hefur verið miklu meiri með þessum búnaði. Og við erum búin að prófa þetta hér á Íslandi og vorum síðast í miklu samstarfi Samherja og togarann Björg og þar hefur náð að þróa þetta enn frekar og það mikið að nú þetta orðin bara fullbúin söluvara sem við þurfum að koma á markað. Nú ef ég færi mig yfir í fiskeldið þá staða staðfestra pantana afar góð í nýjum fiskeldiskvíum til afhendingar í sumar og í haust og verkefnisstaðan í fiskeldiskvíaframleiðslu góð fram á mitt sumar í Litáen en þar erum við ennþá með 2 fyrirtæki sem sinna því, Eldi Baltic og Vonin Lithuania. Og það náttúrulega þegar við byggjum upp á Indlandi og netavestaður verður tilbúið þá komum til með að flytja stóran hluta þeirri framleiðslu sem fer núna fram í Litáen til Indlands. Nú mikið að gera hjá Kohinor í framleiðslu á fiskeldiskvíum og afkastageta þar bókuð fram í september. Og til að anna öllum verkefnum þá verður tekin á leigu stór vinnusalur til viðbótar við núverandi netverkstæði og starfsmönnum fjölgað umtalsvert. Það einnig verið að þjálfa starfsmenn til að taka við þeirri framleiðslu sem nú í Evrópu og við flytjast til Indlands í haust. Nú áfram gott útlit með sölu á fiskeldisbúnaði næstu misserin, sérstaklega í stífu HDPE, High Density Polyethylene fiskeldiskvíum, en þær eru allar framleiddar hjá Kohinor á Indlandi og ástæðan fyrir því að efnið mjög stíft, það ekki hægt að sauma það í vélum, þannig að þetta handavinna og handavinna náttúrulega mjög hagkvæmari á Indlandi heldur en hjá okkur hér í Evrópu. Og hérna lítið myndband sem sýnir netavestaði í Jalna. Þetta netavestaði tæplega 5.500 fermetrar, samanborið við 28.000 fermetrar sem við erum að byggja núna í Árik. Og þarna sem sagt gula netið pólietylennet og þarna verið að festa netið sem sagt á línur. Og þetta efni að taka mjög mikið yfir í fiskeldiskvíum hér í Evrópu og
og að koma í staðinn fyrir svona mjúk efni, nælon og overefni. Og ástæðan svo að þetta þolir miklu betur ánýslu. Það til þess að orðið mjög algengt að fiskeldiskvíar séu þvegnar sem sagt neðansjávar með háþrýsti róbótum eða róbótum með bustum og það reynir náttúrulega mjög mikið á netin. Og síðan skiptir mjög miklu máli að hafa þessa gerð af netum því að sérstaklega Skotland, Shetland og Færeyjum og suðurhluta Noregs því að selurinn fann að verða mjög ágengur og hann á hins vegar mjög erfitt með að naga sig í gegnum þessa gerð af neti. Efni úr hnútalausu næloni, það sem sagt mjúkt efni sem framleitt hjá Hampiðan Baltic ásamt saumavél. Það komið til Kovinor og við erum að byrja þjálfun starfsmanna Kovinor í Noregi og þeir starfsmenn við síðan starfa í Árik þegar 28.000 fermetra netaðstæð, það stæðsta í heimi, verður tilbúið til notkunar síðar í haust. Hagræðingar aðgerðir síðasta árs, sérstaklega lokun Mørn og Danmark í Danmörku og Poldan í Pólandi, munu styrkja reksturinn á þessu ári. Og áfram unnið að hagræðingar aðgerðum í Noregi í kjölfar stofnunar eldi sem munu lækka kostnað þegar líður árið og síðan að fullu á næsta ári. Og fyrstu sölur á kerfinu Biosæ sem ég var að skýra út áðan sem safnar og dælur upp úrgangi frá laxi í fiskeldisvíum ásamt óétnu fóðurkorni og í vinnslu og við getum væntanlega flutt fréttir af því núna á næstu vikum. Ef við kíkjum á útsjávariðnaðinn, eftir framleiðslu og afhendingu á stóru pöntun af ofurstrófum fyrir uppsetningu á vindmyllu núna í mars, þá biðstað eftir 9 pöntunum til framleiðslu. Verið að vinna að því að klára samninga afhendingu í ný verkefni fyrir sama viðskiptavin. Og unnið að öðrum samningum verkefni í framleiðslu á ofurtógum og ofurstrófum fyrir olíuiðnað og djúpsjávarverkefni sem koma væntanlega til framleiðslu og afhendingar í haust og fram á næsta ár. Markaðurinn fyrir ofurstrófur einkennist af frekar fáum en stórum lyftuverkefnum sem fáir stóri verktaka sinna hér í Evrópu. Útlitið fyrir ári í heild gott, en verkefnastaðan getur sveiflast mikið milli mánaða og ársfjórðunga vegna eðlis markaðarins. Og slitbekkurinn sem gefur 2000 tonna átak og getur álagsprófað strófur upp að 104 metra lengd, hafa settur upp utandýra við Hampiðan Baltic síðastliðið sumar og nú fyrirhugað að flytja hann inn í aðalbygginguna í haust þegar pláss losnar við flutning af vélum frá Litauen til Kovinor á Indlandi. Og hérna sjáum við bekkinn, þarna hann í uppsetningu, verið að setja í hann síðustu einingarnar og þennan bekk ætlum við að flytja inn í húsið, við eigum öll þessi hús sem sjást á myndinni og kosturinn við það að náttúrulega þurfum ekki að hafa áhyggjur af veðri sem var reyndar mjög erfitt í Litauen síðastliðið vetur, eitt kaldasti vetur í 20 ár og snjóþungur. En að hafa þetta innandyra, það léttir líka vinnuna því að þar eru með brúarkrana og slíkt og getum lyft þessum þungu strófum beint ofan í slitbekkinu. Þetta síðasta glæran. Og þannig ef það einhverjar spurningar varðandi það sem við vorum að segja frá, þá endilega spyrjið þið eða ef þið ekki á staðnum þá að senda inn á fjárfestatengsl@hampiðan.is og Jón Oddur, hann situr við tölvuna og lesi upp þær spurningar sem að koma. Ég vil minnast á það að við sendum að sjálfsögðu út uppgjörið og með því fylgir umsögn uppgjörið og þar í textanum ýmislegt sem að við höfum ekki haft tíma til þess að fara nákvæmlega í hér. Þannig að ég hveti ykkur alveg endilega til þess að ná í þann texta og lesa hann til uppfyllingar á því sem að við höfum verið að segja hér. En einhverjar spurningar frá ykkur hér í salnum?
mínútur. Já, mér langaði að spyrja þetta varðandi efnisgjaldi hráefnisgjaldi sem verið að leggja á. Nú væntanlega er mikið af sölinni, samningar sem eru kannski 6 mánaða gamlir. Er inn í þeim samningum gert ráð fyrir þessar hækkun eða er þetta hækkun af því sem er selt eftir að þið takja ákvörðun það? Já, það er svona yfirleitt afhendingartíminn á efnum við setjum ekki afturvirkt. Við látum það virka sem sagt frá þeim degi sem við tilkynnum það. En það er gjarnan svona mánuður og allra mest upp í 3 mánuði. En síðan í hinn endan sko þegar að slaknar á verðunum að þá vinnum við upp það sem að við náðum ekki að grípa í byrjun. Og þetta geta verið náttúrulega stórar fjárhæðir þannig að við erum mjög vakandi yfir þessu og stillum verðin af eftir hvernig hráefnaverðin eru á hverjum tíma. En það sem við séð er það að verðin hækkuð en þau haldist bara nokkuð stöðug frá því að þau hækkuðu mest. Pólietilen það hækkaði svona alltaf 70% í verði þannig að þetta geta verið stórar upphæðir og þurfa að vera passa mjög vandlega upp á það að koma þessu út í verðlagi. Og þessu er bara tekið af öllum sem að við skiptum við. Það eru reynsla manna frá faraldrinum enn til staðar og það skilja allir hvað er að gerast í Íran og Hormuzsundi og annað slíkt þannig að það hafi ekki verið neina rökræður um þau hráefnisgjöld sem við höfum sett á. Það má kannski bæta við að eins og í Hampiðan Baltic þá er framleitt upp í pantani sko, við erum ekki með stóra lager þar. Þannig að það er bara, þegar sölufyrirtækin fá pöntun, að þá leggja þau inn innkaupapöntun í Hampiðan Baltic sem síðan framleiðir þá fyrir þá einstöku pöntun bara. Þannig að það er ekki stóri lagerar sem liggja þar. Nei, velturhraðan á lagernum í Hampiðan Baltic, hann er í kringum 16 ári. Rekum það sem lín fyrirtæki. Einhverja fleiri spurningar? Eitthvað sem kom inn hjá þér, Jón? Já, það kom inn einn póstur. Já. Styr Orrason, sérfræðingur markaðsviðskipta hjá Akró verðbréfum. Hann er með nokkrar spurningar. Ég les bara póstur allan. Sem sagt, góða dag. Höfðu hagræðingar markverð neikvæð áhrif á rekstrarkostnað fjórðungsins? Og ef svo er, hver mikil voru áhrifin og hvar var helst verið að hagræða, spyr hann, til dæmis flutningar á framleiðslunni til Indlands eða hagræðingar á eldi í Noregi? Já, ég held að það nú ekki falli á okkur mikill kostnaður sko við hagræðingarnar en við erum fyrst og fremst að hagræða í Noregi. Að þar kreppir mest að í veiðarfærunum. Og síðan náttúrulega með stofnun eldi þá erum við að taka mjög mikið til, breyta uppsetningu fyrirtækja, fækka starfsfólki og annað slíkt. Og þetta tekur náttúrulega sinn tíma og starfsfólki er að fækka á þessu ári og fullur ávinningur hann næst eiginlega ekki að þessum hagræðingum fyrir á næsta ári. Hann er svona að tikka inn svona smátt og smátt og verður svona komin eiginlega að mestu leyti þegar að kemur undir áramótin. Annars staðar þá höfum við verið að fækka semst út af minnkandi veiðarfærasölu. Svona meira svona náttúruleg fækkun, ekki verið að ráða í störf sem hefur verið að losna. Og síðan til dæmis í Noregi út af þorskstofnunum í Barentshafi að þá kom hagræðing í starfsmannahaldi, hún var mjög mikið á seinni hluta síðasta árs.
Var pósturinn lengri eða? Nei, hann er bara fín. Já. Hann er komin, það er engin annar póstur kominn. Eitthvað sem er komið upp í hugan hér í salnum? Já. Já, endilega. Herri, ég var að pæla að þið nefnduð söguleikningu og veiðarfærum á Írlandi samhliða og einnig söguleikningu í Bandaríkjunum og veiðarfærum. Svona hvað veldur söguleikningu og veiðarfærum á Írlandi? Hvort þið getið eitthvað skýrt það? Já, það kom eiginlega bakslæðið, það kom eiginlega fyrr þar. Og markaðurinn er að jafna sig núna og þess vegna er að koma þarna fram söluaukning miðað við sama ársfjórðung í fyrra. Já. Markaðurinn þar er náttúrulega aðþrengdur, þeir eru náttúrulega útgerðin á Írlandi er virkilega sérstök. Berið saman við Ísland að hér eru uppsjávarskipin, eiginlega mest af veiðunum á Írlandi eru uppsjávartegundir með uppsjávarskipum. Hér á Íslandi eru skipin gríðarlega vel nýtt. Núna eru þau reyndar að stoppa í nokkra vikur milli þess að veiða kolmunna og fara síðan á makril og það hefur nú eiginlega ekki verið mikið stoppi á þessum skipum en á Írlandi að þá eru bara skipin notuð í 6 til 8 vikur á ári. Og þeir þegar að kvótaniðurskurðurinn bitnaði svona mikið á þeim og það er ekki bara kvótaniðurskurðurinn vegna þess að þeir eru líka að eiga við afleiðingar Brexit. Að Írland er sem sagt í Evrópusambandinu og þegar að Bretar gengu út þá færðist til kvótar meðal annars frá Írlandi og Danmörku og Belgíu mikið yfir til Bretlands þannig að þeir mistu mikið veiðikvóta á þeim tíma og síðan kemur þessi niðurskurður og þeir eru aðeins að koma tilbaka fara endurnýja veiðarfæri eftir þessi tímabil. Eitthvað fleira sem við getum sagt ykkur? Eitthvað meira að koma inn hjá þér, Jón? Nei, ekki enn. Nei. En ef ekki þá bara þökkum við Emil fyrir okkur. Kæra þakkir.